Já, en Lengjudeildin að byrja og það heldur betur stórleikur við að fá Njarðvíkinga í heimsókn hérna, tvö lið sem að ætla sér stóra hluti í sumar. Já, klárt, þetta frábært að þetta sé að fara af stað yfir höfuð og bara eins skemmtilega að fá hérna svona verðugt verkefni bara strax í byrjun, þannig að við getum, já, þetta alveg start. Það finnur það bara hérna á þessu kynningafundi, það er gírun í fólki og mikil eftirvænting. Þessi deild, þetta verður eitt kraðak, má ekki búast við því? Jú, sko Lengjudeildin búin að vera svona eitthvað skonar rússibanni núna síðustu árin og mjög erfitt að spá fyrir og sjá fyrir hvað að fara að gerast þar, eins og við upplifað síðustu árin og bara enn frekar í ár. Mér sýnst vera fleiri lið með svona raunhæfar væntingar að fara upp heldur en áður. 7-8 lið sko, sem að geta vel ímyndað sér að fara upp. Mikið lagt í þetta. Mér sýnst svona streymið sem að mér fannst ég skynja í fyrra, þar sem að svona streymdu menn úr Lengjudeildinni upp í efstu-deild fyrir sísón. Það svolítið að snúa við, svona bakflæði, að hérna það eru komnir fullt af önnur sem að spila í efstu-deildi fyrir, eru komnir í hérna hinn og þessi Lengjudeildalið, þannig að ég held að gæðin og standardinn og allt sé á uppleið sko. Hvernig líst þið bara á þessa mótherja, Njarðvíkinga með bikarmeistara í brúnni? Já, bara þú veist, það allt þú veist, eiginlega hvert sem þú lítur þar, það hérna styrkleikar sko, frábærar viðbætur og bara lygilega viðbætur skilur sem að þeir hafa fengið í nú síðast Alexander Helgi og þetta Eiður Aron og Guy Smith og ég get haldið áfram. Á móti hafa þeir auðvitað mistið einhverja menn líka og þannig að þeir eru svona svolítið að púsla sínu liði svolítið saman. En bara þú veist, frábærir leikmenn hér og þar og flottu þjálfari og lið með klálega væntingar að gera vel í sumar, alveg svo við. Þannig að þetta ætti að vera skemmtilegu leikur. Það ekki einmitt hægt að lofa því að það verði skemmtun og mikil stemning? Það verður mikil stemning og hérna vonandi skemmtun. Ég meina, þú veist, ég get aldrei lofað einhvern flugeldasýningum en ég meina bæði liðin hérna mæta til að vinna. Hvernig sé það að gera það? En bara ég vona svona helsti svona vorbræðurinn eða stressið hérna föður upp bara snemma, þannig að við getum hérna tekist á bara fallega. Hvernig staðan á svona þínum leikmannahópi fyrir fyrsta leik? Hann svona bara plus mínus sko, ég svona aðeins tæpur með nokkra menn sem hafa verið að glíma við smá meiðsli. En ég finn einhverja 11 til að mæta og takast á. Þú erum með fullið? Ég með fullið. Þannig að spyrja út í svona Aron Snæ Ingason sem búinn að vera svona í umræðinu og Valur að bera víurnar í hann. Eru líkur á því að Þróttur selja hann? Nei, það ekki planið og hérna Aron bara klár í verkefni hérna með okkur og hann líður vel og stendur sig frábærlega. Nei, það hann er ekki fara neitt. Aron verður leikmaður Þróttar í sumar? Klárt.